Komið sæl, í dag er búið að vera frekar hægur vindur víða land og svona skýjað víðast hvar. Það var nú þó smá strengur með suðurströndinni þar sem vindurinn fór mest upp í 16 metra á sekúndu. Það er þá Stórhöfða og Fagradalsfjall, þekktir staðir sem svona er alltaf aðeins að mælast hærri en aðrir. En ef við skoðum hvað það er sem eru að stjórna, það eru hérna lægðir suðvestur og suðaustur á okkur. Þær koma eiginlega ekkert við sögunum að svona viðhalda frekar hægum austlægum breytilegum áttum. Sjáum hér, það er langt á milli þrýstilína, lítil úrkoma í kortunum, bara sæmlasta veður núna næstu daga. Á hitasviðinu þá sjáum við að kaldi loftmassinn hér norður á okkur, hann er svona hægt og rólega að koma til okkar. Það er að kólna svona rólega hjá okkur, sjáum svona helst á norðaustanverðu landinu á morgun og síðan allt land núna eftir helgina. En þegar við skoðum síðan núna í kvöld og nótt, þá sjáum við það er langt á milli þrýstilína, hægur vindur, lítil úrkoma í kortunum. Það er svona aðeins væta hér austast og verður á morgun. Sjáum hér að byrja dagurinn nokkuð bjartur hér sunnan til og svo léttir til fyrir norðan líka. Svona seinnipartinn á morgun þá sjáum við hér alveg þetta gat yfir miðju landinu, vestan og austan megin, þá svona aðeins meira skýjað og það er eins og sagði, það er smávegis skúrir hér á austanverðu landinu, lítilsháttar væta einnig hér á Faxaflóanum aðeins vestur af landinu, mögulega hér í jöklunum allra stærst, en í raun nú erum við bara að tína til eitthvað smotteri. Síðan þegar við horfum fram eftir degi þá er ekkit rosalega mikið annað að vera, það léttir til fyrir norðan, áfram hægur vindur, skúrir hér sunnanvert landið annað kvöld og síðan heldur það áfram á mánudaginn. Annars þar á landinu þá stefnir í að mánudagurinn verði bara mjög bjartur og fallegu dagur og við sjáum hitatölurnar, þær eru svona varla að ná upp í 10 stigin. Það er svona kannski á stökustað gæti það nú gerst. Hér sunnan til í þessum skúrum þá er svona aðeins meira skýjað, það er svona skýjað með köflum en fyrir norðan varla skýja sjáum hér smá láskýjahulu læðast inn Húnaflóa. Og síðan þegar við horfum fram til þriðjudagsins þá er að ganga í norðlæga átt, 8 til 13 metra á sekúndu. Það er hérna fyrst á norðaustanverðu landinu, það er smávegis væta í þessu. Hitatölurnar þær svona eru hægt og rólega á niðurleið heilt yfir. Það er svona framan af hægari vindur hér sunnan og vestanvert landið og svona bjart með köflum. Ég býst við að þetta verði svona að mestu leyti háský. En síðan þegar við horfum fram á miðvikudaginn að þá er úrkoman hér á norðaustanverðu landinu, að búið að bæta heldur í hana og búið að kólna einnig, þannig að við sjáum þetta orðið svolítið vetralegt að litast. Þetta eru él eða slydduél. Hitatölurnar ekkert mikið yfir frostmarkinu og við sjáum einnig hér vestanlands þá eru hitatölurnar ekki langt yfir frostmarkinu, þannig að þetta er svona að kólna heilt yfir. Mögulega nær þetta upp í 8-9 stig hér þegar best lætur suðaustan til. En við sjáum svona hvernig þetta þróast. Síðan hér ekki mikið að vera í Skandinavíu, þó nokkuð mikil úrkoma sunnanverðu Englandi núna á morgun og sérstaklega á mánudaginn, að gera fylgjast með því. Þrumuveður og viðvaranir fyrir þeim bæði á Ítalíu og Frakklandi og svo við austurströnd Spánar einnig. Sjáum hérna þrumuveðurstáknin, annars sjáum við Portúgal, þó nokkuð bjart og fallegt veður þar. En á Kanaríeyjum þá nú ekki mikið að vera, það er bjart með köflum eða bjart og hitatölurnar þær eru þetta 20-25 stig. En hjá okkur á morgun, það er hægbreytileg átt hjá okkur, stöku skúrir hér austanvert landið en svona bjart með köflum annars staðar, einkum hér seinnipartinn fyrir norðan og hitatölurnar heldur á niðurleið fyrir norðaustanlands á morgun en síðan annars staðar á næstu dögum. Við segjum þetta gott í bili, takk ykkur fyrir og verið sæl.